Það takast á nýir tímar og gamlir í sögu Íslands á fyrstu áratugum síðustu aldar. Landsmenn eru liðlega 92.000 þegar fullveldinu náð og ríflega 16.000 þeirra búa í höfuðborginni sem byrjuð að soga til sín fólk víða að af landinu, enda helst meiri vinna og vinnuréttur saman við betri tækjabúnað, skárri kjör og nýfengið frelsi til að sækja sér hvaða iðju sem Það djarfar fyrir mesta framfaraskeiði fámennrar þjóðar, en það eina sem skyggir á eru pestir allskonar og heimsfaraldrar, spænska veikin, holdsveiki, taugaveiki og berklar, og svo heilsast mannskapnum ekkert sérstaklega vel að öðru leyti við heldur hráslagalegar vinnuaðstæður og lélegan húsakost. En það reyna allir að vinna, karlar jafnt sem konur, annað væri það nú, eins og höfundur sögunar 100 ára afmæli hjúkrunarstéttarinnar á Íslandi þekkir einna best. Í fyrra stríði þá voru náttúrulega ekki mjög mikið menntaðar konur á Íslandi. Konur sem höfðu hlotið formlega menntun voru mjög fáar, helst á kennarar. En verkakonur voru náttúrulega fjölmennastar og margir hafa haldið því fram, sú mýta var lengi vel, lifðu góðu lífi á Íslandi að giftar konur hafi ekki unnið launavinnu á þessum árum, en það ekki rétt. Að giftar konur þær fóru í svona árstíðabundin störf, eins og fiskvinnslu og skúringar, ræstingar í stóru bæjanum. Þannig að giftar alþýðukonur á Íslandi hafa alltaf raunverulega unnið launavinnu. Aukin þéttbýlismyndun á kostnað gömlu samfélagsgerðarinnar til sveita kallaði á breytt verklag á vinnumarkaði. Æ meiri þörf varð á umönnun og heilsugæslu alls þess fjölda sem var að safnast saman á einu og sömu mölinni. Þetta sáu danskar læknisfrúr hvað gleggst, sem hingað höfðu flust þetta leyti, sumar hverjar menntaðar í umönnun sjúkra á heimaslóðum. Íslensk þjóð var hjálpar þurfi, svo til spítalalaus og berskjölduð. Það þurfti að hlúa að henni og hjúkra. Fyrir tíma menntaðra hjúkrunarkvenna voru það kvenfélögin sem drifu umönnunarstarfið áfram? Já, það alveg ljóst að hér á Íslandi var mjög öflug hreyfing kvenfélaga allt land og eitt af því sem að kvenfélagskonur einbeittu sér að, það var að sjá til þess að það væru hjúkrunarkonur, þær voru ekki menntaðar en þær voru ráðnar til starfa, til dæmis til þess að fara inn á sveitaheimili, það sem voru erfiðleikar, það sem hafði komið upp heilsufarsvandamál og annað slíkt. Og þær hafðu mikil áhrif á það að efla hjúkrun hérna, þetta var svona undir lok 19. aldar. Og svo gerist það í upphafi þeirra 20. að danskar hjúkrunarkonur svona boða fagnaðarerindið. Já, hérna hingað til lands komu bæði Sankti Jósefs systur sem voru reyndar bæði frá Danmörku og þær voru líka frá Belgíu og þær stofnuðu og ráku Landakotsspítala sem var fyrsta nútíma sjúkrahús á Íslandi og mjög glæsilegt sjúkrahús sem að komi mjög margt nýtt inn í landið sem að fólk var ekki vant að setja kannski til borðs mjög mikið með diska og hnífapör, það var vanari öðrum hlutum. Og þannig að þær hafðu mjög mikil áhrif varðandi bara nútíma væðingu á hjúkrun. Það var hér í Grjótaþorpinu sem hjúkrunarkonur stofnuðu félag sitt fyrir heilli öld. Hvað rak þær til þess? Þetta voru 6 hjúkrunarkonur sem kom og stofnuðu félag íslenskar hjúkrunarkvenna fyrir 100 árum í nóvember 1919. Þær komu inn í Fjallaköttin og það sem var markmiðið var að búa að menntun íslenskar hjúkrunarkvenna hér á landi. Breiða út boðskapinn. Já, þær vildu ná menntunni heim í staðinn fyrir að þurfa að senda ungar stúlkur til Danmerkur. Einmitt, stríðið náttúrulega nýbúið og þessar konur voru reyna að bjarga þjóð við ysta haf. Já, má segja það. Og sú sem var fyrsti formaðurinn, Harriet Kjær, þetta var svolítið merkileg kona. Hún skrifaði til dæmis greinar í Kvennablaðið og þar var hún að skrifa meðal annars
hjúkrun sjúklinga heima fyrir, tala lyfjamálin. Hún lagði áherslu á að lyf væru í læstum skápum heima fyrir. Þau lyf sem væru notuð útvortis væru í sérhillu, væru vel merkt og lyf sem væru tekin innvortis væru í annarri hillu. Passa að það myndi gera nót. Hún talaði hjálpatæki heima fyrir, hreinlæti, í hverju sjúklingar ætti að vera. Hún ræddi mataræði sjúklinga. Þannig að þetta var mjög flottar fræðslugreinar fyrir konur. Og hún stóð fyrir þjóðarátaki til að koma skikkan á heilbrigðismálin. Já, hún var hugmyndari. Hún var til dæmis sú sem að stóða því að hún skrifaði blöð og óskaði eftir að Íslendingar söfnuðu fyrir rúmum fyrir Holtshólmsvíkursjúklinga. Sem þá voru geymdir í kössum. Já, þegar þeir komu fyrst inn á Holtshólmsvíkurspítala þá voru þeir í kössum sem þeir höfðu verið í margar vikur. Engin rúm til. Enginn hafði sinnt þeim. Þeir voru mjög illa farnir þegar loksins fengu hjúkrun. Þannig að þetta það sem blasir við fyrstu hjúkrunarkonunum í félagi þeirra? Já, það má segja það. Með tíð og tíma tóku síðan íslensku hjúkrunarkonurnar við kyndlinum má segja af þeim dönsku og urðu miklir leiðtogar. Og það er náttúrulega kannski fremst Sigríður Eiríksdóttir og svo margar aðrar sem voru með henni til dæmis í stjórn félagsins og það var það var kannski einkennandi fyrir þessar konur að því að mér finnst þegar ég hef verið að skoða það að þær voru svo miklir heimsborgarar. Þær hafðu farið út allan heim, liggur við, menntað sig, farið í framhaldsnám og þess vegna komið þar með svo mikið af nýjum hugmyndum til landsins. Hvaða aðstæður, Vigdís, blöstu við frumherjum í hjúkrun eins og móðurðinni Ástu Sigríði á fyrri hluta síðustu aldar? Náttúrulega mjög frumstætt þjóðfélag því að menn kunni ekkert á hreinlæti til dæmis og hún var nú mjög galvisk í því, hún frú Sigríður, að kenna fólki hreinlæti. Hún var kölluð Sigga heilbrigða tíma fyrir það og hreinlætin, hvernig átti fólk að vita þetta? Að það væri alls staðar bakteríur. Og ekki var rennandi mikið, ekki voru sturtur. Nei. Fólk var að þvo sér upp úr vaskafötum og svo var náttúrulega berklaveikin sem var mjög ágeng og í hennar tíð hún var formaður Líknar, hjúkrunarfélagsins Líknar sem að líka reisti berklavarnastöð í Reykjavík. Og móðir mín hafði sem sagt, hún frú Sigríður, hún hafði umsjón með heimahjúkrun hjá Líkn og svo voru læknar og sérfræðingar sem að sá berklamálin. En þú varst að hjálpa henni strax frá unga aldri? Já, ég þótti galversk og ég þótti nokkuð áreiðanleg. Ég var góð í sendiferðir. Látið hana Viggu gera það, var sagt. Og ég tók niður sjúkravitjanabeiðnir. Það var gul bók við hliðina á símanum í ganginum heima á Ásvallagötu. Og þegar hún var að kenna þá svaraði ég í síman og ég þekkti alla lækna í bænum og þeir vissu alveg að þeir gátu beðið mig fyrir skilaboðin og ég skrifaði niður nafn og heimilisvang, það sem hjúkrunarkonan átti að fara og lærði mjög snemma að klysma stólpípa og ég lærði líka úlkusvertikúli væri magasár og þetta man ég allt saman og frumbernsku minni eiginlega. Og vinnuaðstæður fólks, kvenna, út hjá Akrinu þar sem þau voru að breiða saltfisk yfir klappir. Þetta voru erfiðar aðstæður. Þetta er náttúrulega hræðilega erfið vinna og það voru allir í pilsum og þú getur ímyndað blöðrubólguna sem þessar konur hafa verið með. Og erfiði bara í þessu allt saman. Enda var þetta lúið fólk á miðjum aldri. Og mamma þín var formaður hjúkrunarfélagsins í 36 ár, takk fyrir. Af hverju heldur að það hefur verið svo lengi? Hún var svo dugleg. Hún var svo dugleg og hún líka það að hún var svo mikið í Norðurlandamálunum. Hún var einu sinni formaður tíma norrænu hjúkrunarkvennanna. Og hún var líka mjög vel að sér í tungumálum og mjög ritfær. Þannig að hún var bara endurkosin. Líka af því hún var svona
galversk held ég. Heima hjá mér var til dæmis alltaf ritvél á borðstofuborðinu og ég skammaðist mér svo fyrir þetta. Að þegar heima hjá öllum vinkonum mínum voru bónuð gólf og allt svo fínt og deildin tekið. Heima hjá mér voru pappírar og ritvél. Hún var alltaf að vinna í þessu. Konur á sama reki og Vigdís muna tímana tvenna, frá því Reykjavík var lítill bær og í jaðri hans stóðu fyrstu hælin og spítalarnir úti í sveit sem þá var og saman fór búskapur og hjúkrun eins og Bjarni Tryggvadóttir alin upp á Kleppi mann vel eftir. Það var fyrst og fremst fjósið, segja mann eftir á Kleppi. Og það voru fyrst og fremst kýrnar. Þannig að spítalarnir á þessari tíð voru bóndabýli þar sem að læknar og hjúkrunarkonur, oft hjón, bjuggu á staðnum. Þannig var það? Já. Og bara allt starfsfólk held ég yfir höfuð. Og sjúklingarnir tóku stundum þátt í bústörfunum? Já. Og þeir komu oft til okkar og konurnar voru svo góða við okkur krakkana, þeir prjónuðu vettlinga og sokkahand okkur og bara okkur fannst þetta vera bara og afar jafnvel. Og þú, Bjarni, elst upp á Kleppi sem þá lengst fyrir utan bæinn? Já. Það var töluvert langt. Og það var mikið mál að fara til Reykjavíkur. Og það líka kannski svolítið gaman að segja frá því að ég sá gamla auglýsingu þar sem var verið að auglýsa eftir starfsmönnum að hugsa berklasjúklinga og þar krafan að allir séu einhleypir. Það er verið að biðja ráðsmann, vélamann, ráðskonu og hjúkrunarkonu. Öll áttu að vera einhleyp, þau fengu fæði og húsnæði og þurftu ekki að borga hitann. En ráðsmaðurinn fékk 600 krónur á ári, vélamaðurinn fékk 500 krónur á ári, ráðskonan fékk 400 krónur á ári og hjúkrunarkonan fékk 300 krónur á ári. Fyrsta kynslóð íslenskra hjúkrunarkvenna, hún raunverulega átti að vera að helga sig gjörsamlega starfinu. Bara eins og nunnur? Já, það voru bara hreinlega eins og nunnur. Það átti ekki að eiga neitt engalíf. Það var ætlast til þess að ef að hjúkrunarkona gifti sig þá myndi hún hætta launaðum störfum og þær bjuggu oft oftast inn á sjúkrastofnunum og voru kannski margar saman í herbyggi og þar áttu ekkert engalíf. Heimilin voru bara eins og svefnstaður, raunverulega. Og vinnutíminn var raunverulega allur sólarhringinn. Þær bjuggu kannski inn á sjúkradeildinni sjálfri. Þannig að þau urðu alltaf að vera til taks. Og konur fóru á hjólum á þessum tíma á milli staða til að hjúkra? Já, hún fer út sem sagt til Danmerkur til að læra hjúkrun 1918, eða rétt fyrir 1918. Og ég ofta að hugsa að sigla á stríðsárum til Danmerkur. Þetta bara þótti sjálfsagt, það fór allir í nám í Danmörku og sigldu bara í Danmörku í stríðinu. Og svo kemur hún heim líklega svona 23-24 og þá verður hún heimahjúkrunarkona í Reykjavík og hjólar og það hjóluð hjúkrunarkonuna sem fóru og sinntu sjúklingum í heimahúsum. Langan spöl? Já, það hjóluðu út á Grímsstaðarholt. Þá var Grímsstaðarholtið náttúrulega langt frá Reykjavík. Og hvað heldur að hafi verið erfiðast? Auðvitað kannski aðstæður alþýðufólks á Íslandi sem voru bágbornar á þessum tíma? Já, gríðarleg fátækt í Reykjavík. Og barnamerð líka og náttúrulega berklarnir. Reykjavík var mjög illa sett, heilsufarslega séð. Á þessum tímum gömlu Reykjavíkur var samt ofboðsleg uppbygging á heilbrigðissviðinu. Mjög mikil og kannski fyrstu 3 áratugi síðustu aldar. Ótrúleg uppbygging og ber kannski fyrst að nefna Vífilsstaði. Það fallega hús sem Rögnvaldur Ólafsson byggði og var allt hrært í höndum og var kallað kærleiksheimilið. Og þaðan kemur þetta orð kærleiksheimilið og þarna var ein fjölskylda, þetta var sjálfbært samfélag og mjög mikil svona samfélagsleg vitund sem á sér stað þar. Og kraftur í þjóðinni? Mikil kraftur og mikil samkennd. Það er það sem held ég einkenni þennan tíma. Síðan náttúrulega Landspítalinn 1930 sem var byggð að tilstuðlan kvenna og ótrúleg uppbygging og kannski gaman líka að segja það að Landspítali átti náttúrulega að vera mun stærri. Guðjón Samúelsson ætlaði að hafa bygginguna miklu stærri.
En það þurfti aðeins að þrengja til þess að ná fjárhagsáætluninni? Samtakamátt hjúkrunarkvenna hér á landi fyrir réttri öld mátti rekja til þess bága heilsufars sem almennt ríkti á heimilum fólks. Það voru ekki aðeins pláurnar sem hreiðruðu þar sig, mataræðið var full til einhæft. Mjólkuskortur var landlægur í Reykjavík þetta leyti, ekki síst að sumri og fram á haust. Margir söpu fyrir vikið á ódýrri og ógerilsneytri mjólk að utan sem kom þaðan í dósum, stundum sýkt og óhæf með öllu. Allt að einu lagðist lélegur kostur verst á börnin og þegar barnakvefið fór sem faraldur borgina ungu á útmánuðum 1919 héldu margir að spænska veikin væri komin aftur á kreik. Svona var umhorfs þegar hjúkrunarstéttin varð til á Íslandi. Hver pestin rak aðra og aðstaða til aðhlýningar var æði báborinn. Þegar þessi fyrsta kynslóð íslenskra hjúkrunarkvenna, verkefnin voru óþrjótandi sem að þær stóðu frammi fyrir. Það var ekki bara það var skortur á sjúkrastofnunum, heldur var uppbygging heilsuverndar eða heilsugæslu í algerum mölum og líka fræðsla sem það innibar að fræða almenning það hvernig ætti að annast sjúklinga. Að því upphafi voru mjög mikið af þessum sjúklingum, þeir voru í heimahúsum og þá komu hjúkrunarkonur, til dæmis í Reykjavík, menntaði hjúkrunarkonur, inn á heimilin og þær kenndu heimafólki að umgangast smitandi sjúklinga og líka einfaldlega að þrífa, að halda hreinu og að forðast það að aðrir heimilismenn myndu smitast vegna þess að á þessum árum þá eru smitsjúkdómar eins og berklar alvarlegasta heilbrigðisvandamál þjóðarinnar og þá skipti eiginlega höfuðmáli, það var engin lækning til, hún kemur ekki fyrir áratugum seinna, að það skipti höfuðmáli að kenna fólki að varast smit eftir fremsta megni. Þórunn Kristjánsdóttir hefur starfað við hjúkrun allt frá því hún útskrifaðist úr námi vorið 1982 og alsæl með þá ákvörðun sína að hafa valið sér þennan vettvang til að starfa á. Lengst af á sjálfsbjargarheimilinu í Reykjavík. Og eitthvað hefur starfsánægjan smitað út frá sér á hennar heimili, enda hafa dætur hennar tvær, fetaði fótspor móður sinnar, Ingibjörg lauk hjúkrunarnámi sínu 2005 og Kristín ári síðar. Svo ekki verið annað sagt en að það sé töluverð hjúkrun í þessari fjölskyldu. Og alveg það nú dæmigert, slíkur fjöldi dætra sem farið hefur að ráði móður sinnar í þessum efnum. Þetta þá eiginlega bara ættgengt hjá ykkur? Já, mætti segja það. En af hverju fórst þú Þórunn á sínu tíma í hjúkrun? Einn góð maður sagði nú einu sinni mig og vinkonum mína, við höfum ákveðið í 7 ára bekk að verða hjúkrunarkonur. Svo sumari 77 þá fórum við til Húsavíkur og unnum eitt sumar á spítalanum. Og eftir það var bara ákvörðunin tekin. Og sér ekki eftir því? Ég hef aldrei séð eftir því, sannlega. En þið stelpur, bara hlaut að koma aðeins og einn góðan veðurdag? Ég var nú frekar ráðvillt í lífinu, þannig að eitthvað praktískt og það voru hjúkkur, sigur með við mig, þannig að það var svona það sem lá bara beinast við. Þú byrjaði síðust? Byrjaði síðust en enn að. En af hverju fórst þú á sínum tíma í hjúkrun? Var það vegna mömmu eða? Já, ætli það hafi ekki svona haft hvað stærst að segja til að byrja með en svo bara fjölbreytileikinn. Og þið sjáu ekki eftir að hafa farið í fótspor mömmu? Nei, alls ekki, þetta er bara endalvísi möguleikar og nóg að vinnu alltaf. Hjálpar það að hafa mömmu í faginu? Tvímælalaust. Hvernig þá? Bara gott að leita ráða og geta viðrað ýmsa hluti. Finnst þér þú ekki hafa svo lítið á samviskunni, Þórunn? Nei, ég held nú ekki. En það komið svolítið óvart að þær fóru í hjúkrun. Því það er svona, þegar það voru litlar hefði ég ekki haldið það. En ég er mjög stolt af þetta, bara frábært. Dæturnar vinna báðar á Landspítalanum við Hringbraut sem hýsti hjúkrunarnámið 25 ára skeið, allt þar til Hjúkrunarkvennaskóli Íslands, sem svo var nefndur í fyrstu, fékk inni í glæsilegri byggingu á lóð spítalans, þar sem heitir Eirberg, en umskiptin voru mikil. Námsmeyjarnar sem áður bjuggu í þröngum þakherbergjum á heimavistinni uppi á háalofti Landspítalans höfðu eina kennslustofu til umráða,
Svo þrönga að hver nemi var að bera stól sinn út verkleg kennsla hófst og aftur tilbaka þegar bóknámið byrjaði, en ekkert rúm var fyrir skólaborð í stofunni svo stúlkurnar notuðu hnén fyrir borð. Þá var nú öðruvísi að litast í Eyrbergi, fyrsta sérsmíða skólahúsi í sögu hjúkrunar á Íslandi, því veglega kennslu vígi, en eitt breyttist þó ekki. Heimavista-menningin var ennþá harla karlfjandsamleg. Hjúkrunarnámið flyst af gamla Landspítalanum yfir þetta fallega hús á Landspítalalóðinni 1960 og þú kemur hérna klyfjuð sem nýnemi, 1967? 18 ára gömul, kem ég hér með föður mínum með 2 rauðköflótta töskur, kemur úr Rangárvallasýslunni og svo símavakt hérna við hliðina og þar tekur á móti mér kona og ég ætla að biðja föður minn að ganga með töskurnar upp og hún segir, fyrirgefðu herra, hér ekki pláss fyrir kallmenn, eða kallmenn fara ekki hér upp. Hér upp? Þannig var það bara? Já, þannig var það bara. Var kallmennum ekki hleypt hérna inn? Nei, já, hér inn að símavaktinni. Já. Og maður mátti tala við þá hérna í setustofunni. En annað var ekki leyft, nema hvað, það var leyft, held ég 2 sinnum í mánuði, milli 2 og 4 að fá gesti og þá þurfti gesturinn að skrifa niður hvað hann héti og hvað hann ætlaði lengi. Og ef að hann var lengur enn til 4, þá var kallað hérna upp í kallkerfinu. Já, Sigurður Jónsson sem hjá Ingibjörgu Pálma, hann verður að muna að klukkan á 4 og komið niður núna. Þannig maður bauð aldrei neinu minn, aldrei, ég bauð aldrei nokkuð kallanum, ég get svarið það. Fólk bjó í skólanum? Fólk bjó í skólanum og það var nú aldeilis við gott atlæti. Það myndi nú mörg ung stúlkan vilja eiga herbergi eins og voru þar. En það voru strangar reglur, það var nú ekki verið að leyfa karlmönnunum að koma inn. Og svo spurðum við ekkert skólastjórinn að því, hvernig stendur á því að með að vera til 4? Já, það vegna þess að hún var ógift, að tilfinningarlíf fólks breytist upp á 4. Og nú bara spurningin, það rétt? Það getur alveg rétt. Og þarna voru nemarnir við stranganaga og hlutu náttúrulega að skandinavískri fyrirmynd, kennslu. Það eru unnu mikið, unnu tvískipt, unnu mikið, en áttu að kenna þeim verklegt á deildunum og svo áttu þær að vera með bóklegt líka. Og svona þróaðist þetta. En skólastjórinn hérna, Þorbjörg Jónsdóttir, þegar ég kom hérna, hún var mjög merkileg manneskja. Og hún kenndi okkur meðal annars siðfræði. Og við þéruðum hana fyrstu 3 mánuðina. Og hún var mjög ströng á því og hún leit mjög niður til þeirra sem þéruðu ekki rétt. Og það var til dæmis í siðfræðinni, ég man bara eftir svona einu atriði, hún sagði, það eins og gullhringur á svínstrýni, svo kona sem enga siðprýði kann. Og þetta var voða mikið, okkur var voða mikið kennt siðprýði. En sem sagt að við erum bara stelpurnar saman og það náttúrulega gerði það verkum að við vorum bjuggum þétt saman. Og við vorum alla með sérherbyggi, yndislegt herbyggi og það var allt sem bara hugurinn giftist á herbygginu, fannst mér. Svo var bara sameiginlegt bað og sameiginlegt klósett og sameiginlegt svona bítbúr sem okkur kaffi saman og svo eitt strauherbyggi. Því við vorum alltaf með svuntur sem nemar yfir sloppinn og við strauðum það alveg strauðum það. En það ekki, Reykjavík náttúrulega ekki bara nafli Íslands, þannig að nemarnir úr hjúkrunarskólanum voru sendir í verklegt nám út land, þar sem var talið forsvaranlegt að þær fengju kennslu. Og það var eins og á þessi fjórðungssjúkrahús, það var upp á Akranes, ég var til dæmis 6 mánuði sjálf á Akranesi. Það var farið á Ísafjörð, það var farið á Blönduós, það var farið á Akureyri, Neskaupstað og Vestmannaeyjar. Og allir sem voru á þessum stöðum eiga góða minningar þaðan. Það var nú mikið gaman oft á Akureyri, í nemabústaðnum og Systraseli og Sjallanum skal ég segja þér. Maður bara eins og aftan úr fornöld þegar maður segir frá því. En það sem vakti fyrir fólki á þessum tíma var að hér yrði fullgilt hjúkrunarnám. 3 ára nám og það fannst mörgum það allt og mikið. En það var það sem var mælikvarðinn.
Hér skildi verða besta mögulega hjúkrunarnámið og það varð. Og þannig þróaðist hjúkrunarskóli Íslands mjög vel yfir 50 ár. Svo gerist það á 8. áratugnum að háskólinn byrjar hjúkrunarnám og til verða 2 félög, eigum að segja hjúkrunarkvenna. Já, það var til 2 félög hjúkrunarfræðinga og það náttúrulega kom það þannig til að hópurinn sem útskrifast, fyrsti hópurinn sem útskrifast úr háskólanum, úr námsbraut í hjúkrunarfræðin sem hét þá, að hann ætlaði sér að ganga í hjúkrunarfélag Íslands. En eins og kemur fram í bók Margrétar Guðmundsdóttur að þá var það ágreiningur kjaramál og menntunarmál sem gerði það verkum að úr því varð ekki. Og varð rígur á milli þessara félaga? Jákvæður og neikvæður. Og það var náttúrulega stofnað nýtt félag, Félag háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga 1978 og það starfaði í 15 ár. Og það varð ákveðin samkeppni. Nýja félagið sem voru þá hjúkrunarfræðingar úr Háskóla Íslands, þeir voru mjög metnaðargjarnir og voru alltaf að sanna sig. Þetta var fyrsti árgangurinn, þeir þurftu dálítið að sanna sig innan kerfisins. Þannig og voru mjög öflugar, eins og reyndar hjúkrunarfélag Íslands, það voru gefin út 2 tímarit hjúkrunarfræðinga, það voru ráðstefnur og það voru námskeið og eiginlega alveg ótrúlega öflugt starf hjá báðum félagunum. En síðan þegar líðið tók á, þá fundum við það líka að það að hjúkrunarfræðingar voru í 2 félagum var farið að vinna gegn þeim. En var ekkert mál að sameina þetta að lokum? Jú, það var náttúrulega, þetta tók mörg ár. Það var byrjað að ræða sameiningu strax þegar Félag háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga var stofnað, þannig að þetta var 15 ára prósess. En einmitt vegna þess að forystumenn þessara félaga skynjuðu það svo vel að stjórnvöld voru að nýta sér þetta og þetta var farið að vinna gegn stéttinni sem heild að hjúkrunarfræðingar voru 2 félögum og líka fundum við það að þetta var svo mikil orka sem fór í að samhæfa, að vinna að sameiningu. Þannig að við sáum fram á að þegar hjúkrunarfræðingar voru komnir í eitt félag, þá myndi leysast ákveðin orka og læðingi. Og það sem við gátum einblínt á það að efla stéttina enn frekar og gera okkur meira gildandi og það tókst. Stóru stökkin á síðustu öld ekki bara í menntun og vísindum, líka í heilsugæslunni sem breiðist út allt land. Sem var metnaðarfull meðvituð ákvörðun að bæta þjónustum út allt land. Og þarna koma nýjar stéttir eða það er lögð áhersla á menntun lækna inn í sem heilsugæslulækna og þetta upp úr 70 sem að þetta og þarna fellur niður þessi hefð að vera með héraðslækna eða heimilislækna og þarna skapast möguleikar til þess að hafa fleira starfsfólk, hjúkrunarfræðinga, meinatækna, þar sem að það átti við og svo framvegis. Og heilsugæslan sem slík, hún var lögð sem grunnþjónusta og hún það enn og því mikilvægt að standa uppbyggingu hennar út allt land. Og talandi heilsugæsluna, hún hefur breytt heilsufari heillar þjóðar á síðustu áratugum. Já, það nú enginn að efast það að heilsugæslan hefur aldrei sannað gildi sitt. Samanber við erum nú með minnsta og lægsta ungbarnadauða í heimi og mæðradauða til dæmis. Ég held að heimaþjónusta sé nú á heimsmælikvarða hjá okkur líka, heimahjúkrun. En einhvern veginn þó sín náungan svo litið læknamiðuð og þegar heilsugæsluna kom á fót hér áður, þá var þetta mikið miðað við læknisþjónustu. En í dag tala menn fyrir aukinni teymisvinnu og þverfaglegri vinnu að innanhús, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og sálfræðinga til dæmis. En við viljum þetta gera meira og raddir þess efnis að setja næringaráðgjöfin eða fleiri sérgreinar, sjúkraþjálfara til dæmis. En Auðbjörg, heilsugæslan, hún hefur greitt götu okkar að heilbrigðisþjónustunni. Sannarlega og ætti og á að vera fyrsti viðkomustaður allra. Þarna ætti fólk að snúa sér að fyrst. Og við í dag tölum svolítið fyrir því að fólk sé að sækja sér heilbrigðisþjónustu, úrlausn sinna mála og það kannski á sérlega vel við í dreifbýlinu að lýsa því einmitt þannig.
Þar glímum við svo sem við manneklu og einnig stétt, til dæmis lækna. En aðgengi þar er afskaplega gott. Þú hefur kontakt við heilbrigðisstarfsmann þegar þú þarft þess. Og það er heilsugæslan. Auðbjörg myndist áðan á ungbarnadauðann sem var skelfilega tíður á fyrri tímum en er lítill sem engin í dag sem sýnir öfgarnar í hjúkrun á 100 árum. Já, það er alveg óhætt að segja það. Öfgarnar hafa orðið miklar og breytingarnar hafa orðið miklar. Og til að mynda er ég bara búin að vera í þessu frá því í kringu 1970 eða 1976 þegar vökudeildin opnaði. Og lífslíkur barna á Íslandi eru með því besta í heimi. Já, það er óhætt að segja það. Sem voru kannski þær verstu í heimi fyrir 100 árum. Já, það er óhætt að segja það. Og árangur mikill. Mikill. Og til að mynda hafa lífslíkur barn sem vegur minna en 1 kílógramm við fæðingu aukist frá því að vera minna en 95% í það að vera yfir 95% nú 40 árum seinna. Svo sáum við hérna myndaði Ragnheiður frá fyrir tíð sem sýnir hvað starfið hérna á hringnum er færandi og gefandi. Já, fyrir mér hefur það alltaf verið þannig og ég valdi þetta að starfa með konum og börnum alveg meðvitað frá upphafi. Ég fór fyrst í hjúkrunarnám og síðar fór ég í ljósmæðranám og barnahjúkrunarnám erlendis eftir það og þetta er það sem að mér fannst alltaf best og skemmtilegast. Þú ljómar. Börnin eru best. Þessar hjúkrunarkonur sem hér hafa orðið upplifðu stóru breytinguna í starfinu. Ekki aðeins á heiti þess, frá konum til fræðinga, heldur gríðarlega uppbyggingu heilbrigðiskerfisins allt land. Smíði Landspítalans á 4. og 5. áratugnum hleypti krafti í uppbyggingu sjúkrahúsa allt land á 7., 7. og 8. áratugnum. Þau lestu gjarnan á hólmi, minni spítala og sjúkraskýli í bæjarfélögunum sem þá voru fyrir löngu búnir að sprengja starfsemina utan af sér. En það var ekki bara húsakosturinn og þjónustan sem hjarnaði við á þessum tíma, heldur fagmennskan og fagið sjálft. Það eru náttúrulega gríðarlegar breytingar sem verða í heilbrigðisþjónustu í lok 20. aldarinnar, mjög miklar tækniframfarir og sérhæfing eykst gríðarlega. Það voru örfáar heilbrigðisstéttir í byrjun aldarinnar en í lok aldarinnar 2000 þá eru 30 stéttir komnar til sögunar sem hafa fengið lögverndun sem sitt starfsheiti innan heilbrigðisþjónustunnar. Og mikið af þeim störfum sem þessar nýju stéttir voru að taka yfir, þær höfðu hjúkrunarkonur og hjúkrunarfræðingar gengt fram af því. En maður getur sagt það að eitt einkenni eiginlega á íslenskum hjúkrunarkonum og íslenskum hjúkrunarfræðingum er þessi gríðarlega áhersla sem þær lögðu alltaf á menntun. Það var kjarninn í uppbyggingastarfi fyrstu kynslóðunar alveg fram á daginn í dag. Það er þessi óskaplega áhersla sem þær leggja á að hafa velmenntaðar hjúkrunarkonur og hjúkrunarfræðingar. Þannig að þær voru oft skrefa undan í öðrum en til dæmis í sambandi við stjórnun, menntun í stjórnum með öðru. Þær hefðu farið utan þess að læra það, meðan að aðrir læknar lærðu til dæmis aldrei neitt í stjórnun. Þær voru þá skrefið á undan oft vegna þessarar áherslu. Íslenska hjúkrunarkonur og hjúkrunarfræðingar voru afskaplega vel menntuð stétt alveg frá upphafi. Vilhjálmur Eldjárn Sigurlinason röltir fyrir hornið á Hjónagörðunum við Eggertsgötu í Reykjavík og sér fyrir sig kaffibolla í eldhúskróki sonarins uppi á 3. hæð. Vilhjálmur kláraði hjúkrunarfræðinám sitt í Svíþjóð fyrir hálfum 4. áratug þegar ekki var beinlínis sjálfgefið að strákar af Íslandi stunduðu hjúkrun, en eitthvað kippir nú Tómasi syni hans í kynið því sjálfur útskrifast hann úr sínu hjúkrunarfræðinámi á þessu ári og fylgir því fagmannlega í fótspor föðurins. Það er nú ekki margir feðgar í hjúkrun á Íslandi? Nei, alltaf það sé nokkurir. Ég hef ekki heyrt stöðu allavega. Eru þið alveg einstakir? Já, maður er það þegar maður er í þessari stöðu. Af hverju fórstu í hjúkrun á sínu tíma? Þá var ég út í Svíþjóð og konan með mér. Þú varst að vinna á spítala?
Já, við fórum bæði að vinna það. Og varst hvattur til að fara í hjúkrun? Já, ég var það, svo sannarlega, sko. Það er náttúrulega mikið fleiri kallmenni í heilbrigðisgeiranum þar úti, mikið fleiri heldur en hérna. Þannig að þetta þótti eðlilegt? Algjörlega. En Tómas, þú fetar í fótspor föðurins og reyndar móðurna líka Gerðar sem er hjúkrunarfræðingur. Já, það stemir. Gata ekki annað gerst? Ég ætlaði nú aldrei að fara í hjúkrun, sko. Það var alltaf báðir foreldrar í hjúkrun og síðan var búin að vinna svolítið mikið úti, þannig að maður sá þetta ekki alveg fyrir sér. Þetta var svona skynda ákvörðun. En ég sé ekki eftir því. Og þú ert að klára í vor? Já, ég klára í vor. Hlakkarðu til? Já, maður er feginn. Það er hjúkrun í þér? Já, má segja það. Það er langur vegur frá því að hjúkrunarkvennanámi hér á landi hófst upp í rjáfri gömlu landspítalabyggingarina við Hringbraut haustið 1931 og konum var ætlað að helga sér starfið, helst fjarri körlum og barneignum, til nýrrar aldar þegar hjúkrunarfræðin er kennd í 2 háskólum, jafnt norðan heiða og sunnan, og hjúkrunarfræðið sjálft hefur tekið slíkum breytingum í tækni og vísindum að ekki verður jafnað við aðbúna frumherrana fyrir réttri öld. Eitt breytist þó ekki. Hér hefur menntunin alltaf skipt sköpum og vegið þyngst á lóðaskálanum. Menntun hjúkrunarfræðinga á Íslandi hefur alltaf verið mjög góð. Það verður gífurlegur metnaður í forystu konum í hjúkrunarfræðin alveg frá upphafi. Og í fyrst var náttúrulega námið algjörlega svona sjúkrahús miðað eða það fór fram á Landspítalanum í upphafi, mjög klínískt. En við verðum náttúrulega að gera okkur grein fyrir því alltaf að nám fer fram í raunheimi. Það fer fram í klínikinni. Þannig að og það var gott nám og síðan náttúrulega þróast þetta þegar háskólinn kemur inn, þá hef ég oft sagt að verður svona, pendúllinn sveigðist svolítið frá því að þetta væri mjög akademískt nám, rannsóknar miðað og þú vitið, og það var áherslurnar voru þá að það að nemendur átt að læra fræðin áður en þeir fóru út í klínikina. Við þessar sem komu seinna, við höfum alveg kastað því út. Núna að þá er það þannig að nám fer fram á vettvangi og við erum að kennum þetta fræðilega mjög mikið til þess að undirbúa nemendurnar undir það sem á sér stað þá og við flettum því saman. Og háskólanámið okkar hér heima er mjög gott á heimsmælikvarða. Já, Háskóli Íslands, hann er miðað við einn af þessum kvörðum sem að háskólinn notar, Shanghai kvarðinn heitir það, þar sem að verið að bera saman greinar í mismunandi löndum, að þá kemur hjúkrunarfræðideildin í háskólanum mjög vel út og hún er bara með þeim bestu þessum námsgreinum sem er bara innan Háskóla Íslands, þannig að við erum afskaplega ánægð með það hvað við komum vel þar út. Hjúkrunarfræðin hefur verið kennd á Akureyri yfir 30 ár. Hverju hefur það nám breytt? Ég held að það náttúrulega hafi aukið gríðarlega mikið aðgengi að hjúkrunarfræðingum út all land. Ég held að það sé svona okkar sérstaða að við náttúrulega þegar þetta prógram hérna byrjaði að þá olli það því að fólk sem átti í rauninni engan séns á því að fara í hjúkrunarfræði átti alltaf einu möguleika á því. Og náttúrulega hefur gjörbreytt stöðunni fyrir heilbrigðisstofnanir út á landi bara með aðgengi að hjúkrunarfræðingum sem eru hryggjarstykki heilbrigðiskerfisins. Akkurat. Og þetta er aðalega fjarnám? Þetta er fjarnám. Þú getur annarkvort, eins og staðan er núna, þá getur annarkvort valið það að vera hér í fjarnámi eða staðarnámi, en að mörgu leyti að þá erum við með bara svona, má segja, sveigjanlega nálgun, þannig að hluta til að þá eru krakkarnir sem koma til okkar eru hérna í lotum og þá erum við mikið með hermukennslu, sýnikennslu og svo framvegis. Síðan náttúrulega eru þau út allt land í verknámi. Þannig að ef til dæmis þú ert frá Egilsstöðum að þá reynum við eins og við getum að hjálpa þér að taka það verknám, að það klíniska nám sem hægt er, eins nálægt henni heimabyggð og hægt er. Og náttúrulega það fer eftir sérgreinum hvað er hægt að gera í þeim málum. En já, fólk getur verið út allt land í námi hjá okkur. Og fjarnámið er að verða mjög gott? Fjarnámið er að verða mjög gott, já, og það eru sífellt fleiri náttúrulega rannsóknir að koma fram þar sem að við vitum hvernig á að gera þetta og síðan náttúrulega er reynslan okkar líka bara að byggjast upp og við erum alltaf að verða betri og betri í þessu. Þú ert sjálfur geðhjúkrunarfræðingur. Rétt. Eru strákar að koma inn í þessa grein? Þeir eru ekki mikið að koma inn í þessa grein á Íslandi, einhverju vegna. Við skiljum það ekki alveg. Þetta er miklu skárra ástand á Norðurlöndunum, miklu skárra í Bandaríkjunum, þar sem ég starfaði og vann. En einhverju hluta vegna þá mega strákar ekki fara í hjúkrun á Íslandi og við skiljum ekki alveg hverju. Þú þarft að breyta því? Já. Fyrir hátíð á þriðjudag.
Eru skólarnir fyrir norðan og sunnan að afkasta nógu miklu? Nei, þeir eru ekki nógu að útskrifa nógu marga hjúkrunarfræðinga á ári hverju miðað við skortinn sem að við höfum í dag. Hann er viðvarandi? Hann er viðvarandi og hefur verið viðvarandi svona 10–20%. Síðustu 75 ár sjáum við í heimildum. En við þurfum fleiri hjúkrunarfræðinga í dag en við þurftum þá í ljósi hærri aldurs og fjölþættari og erfiðari sjúkdómum og vandamálum. Þannig að við þurfum fleiri hjúkrunarfræðinga. Við þurfum líka ekki bara þá að fjölga nemendum og þá námsplássum fyrir þá sem að hefur nú staðið á, heldur við þurfum líka að reyna að halda þeim í starfi sem þegar eru og fá hina til starfa sem að hafa ákveðið að vinna við eitthvað annað. Vandinn er kannski sá, Guðbjörg, að hjúkrunarfræðingar eru of eftirsóttir af öðrum atvinnugreinum. Já, þetta er náttúrulega bara mjög góð menntun, í rauninni má segja alhliða menntun, sem að nýtist á mjög mörgum stöðum. Þannig að hjúkrunarfræðingar eru eftirsóttir starfskraftar. Hjúkrunarfræðingar eru út allt í samfélaginu að störfum. Þær eru það eftirsóttur starfskraftur og hafa raunverulega alltaf verið. Þannig að það hefur verið raunverulega frá upphafi eða verður til þessi stétt hér á Íslandi. Mikill skortur á hjúkrunarkonum fyrst og síðan hjúkrunarfræðingum. En lögmál framboðs og eftirspurnar, það virðist nú ekki alveg gilda þegar að hjúkrun er annars vegar vegna þess að launin hafa aldrei fylgt því. Það er svo sérkennilegt. Menn segja það að ef það er svo mikill skortur á því þá munur launin hækka, en það hefur aldrei verið þannig innan hjúkrunar. Enda þótt hjúkrunarfræðin og fagið sjálft hafi tekið stakkaskiptum á þeim 100 árum sem hér eru til frásagnar, eru gildin þau sömu og voru við lýði við dagsbrún síðustu aldar. Þau hverfast mannúð, samhygð, viljan til að hlúa að fólki sem þarf aðhlýningar við. Starfið var og er hugsjón, það breytist ekki. Og það leynir sér ekki í orðfæri fyrrverandi, núverandi og verðandi hjúkrunarfræðinga hér á landi. Hér í hjúkrunarfræðinu við Háskóla Íslands eru á 400 nemendur og þú, Rakel, ert á öðru ári. Hvað dróð þig í hjúkrunina? Það var nú helst bara sjúkralega námið sem ég hóf í Fjölbrautaskólanum Breiðholti og svo elliheimilið sem ég vann á og ennþá að vinna þar. Það kviknaði áhuginn? Já. Og hvað finnst þið vera sammerkt með fólki, konum og körlum sem fara í hjúkrunarfræðina? Það er bara svona fólk sem vill annast annað fólk og hefur mikla svona samhygð með öðrum. Já, það verður að vera. Já. Þetta er ákveðin ástríða? Já, þetta er ástríða. Lífstíl frekar en venjulegt starf? Já. Er þetta erfitt nám? Já, þetta er mjög erfitt nám, myndi segja það. Já. Þetta fylgir náttúrulega klíník og bóklegt nám og verkefni og próf og svona. Og langar lótur? Já, algjörlega. 17 vikur í verknám á 3 ári. Aha. Og þessi hér, vinur okkar? Lazarus. Hvað heitir hann, Lazarus? Þetta er hann Lazarus. Það er við hæfi. Og þeir lærið á svona maskínur? Já. Þetta er svona hermenámsdúkkan okkar. Þar sem við getum fundið alls konar lífsmörk og bjargað honum. Þangað til þið byrja á lifandi fólki? Já, nákvæmlega. Það skiptir máli að kunna eitthvað áður maður fer út í lífið. Þú hlakkar til? Já, mjög spennt. Mjög spennt. Svo ert þú hérna, í Garðabænum í fjarnámi við hjúkrunardeild Háskólans á Akureyri. Já. Er það ekkert mál? Nei, ekki fyrir okkar kynslóð. Allt saman í tölvunni? Þetta er rosa mikið, já. Svona 90% myndi ég að segja. Það er bara bækur og allt námsefni, allt tekið upp fyrir norðan, sent í tölvu. Þetta er bara mjög þægilegt. Svo ferðu öðru hvort norður til að læra? Já, ég fer sem sagt 1 viku á önn eða 2 vikur á skólaári. Þá förum við svona staðarlótur og hittum kennarana og förum betur yfir ýmis málefni. En eftir að segja mér að allt námsefnið, allar námsbækurnar séu komnar inn í tölvu í dag? Nánast allt, já. Nánast allt, ég get alveg sagt það. Við kaupum bækurnar á netinu og þetta er bara hverfa. Þetta er bara... Hvað er skemmtilegast við þetta? Við námið? Já. Það er bara að fara inn á spítala og vera í klíníska náminu, klíníska hlutanum, fyrst mér. En er eitthvað erfitt við þetta? Það kom alveg erfitt tímabil, en nei, þetta er bara skemmtilegt. Bara gaman? Bara gaman. Og þú útskrifst á næsta ári? Já. Gangi þér vel. Takk hérlega. Hjúkrunarfræðinemarnir Eyrún og Rakel verða eftirsóttir fagmenn í starfi sem einskorðast ekki lengur við heilsugæslur á spítala, hæfingastöðvar og hjúkrunarheimili, lyfjafyrirtæki og hátækniver. Samfélagið er í faðmi hjúkrunar og það þekkja kannski stöku menn betur en aðrir. Já, ég er giftur hjúkrunarfræðingi
Magga og síðan tengdamamma hjúka, móður mín hjúkrunarkona og tengdamóðir systir, Gauja, hún er líka hjúka. Það eru hjúkur út allt. Og mágkona mín, kona bróður míns og þeir sem eru ekki hjúkur, þeir eru læknar. Það er systir mín, hún er læknir. En er þetta skárra að hafa hjúkrunarkonur allt í kringum sig? Nei, það er nefnilega misskilningur að maður fá eitthvað svona, það er engin miskunn, sko, vegna þess að alltaf þegar maður er veikur og þykir sér sleppur og vill fá samúð, þá er maður bara ekki neitt með það sem þau voru upplegið í vinnunni, sko. Þannig að ég veist ekki hvað pensilín var eða verkjalyf fyrir en ég var eitthvað næstu 30 held ég. Og bara var mjög hissað að þetta virkaði. Þú varst látið bara taka út þín sársauka. Já. Og svo tala allir bara latínu, þannig að ég fekk engar sögur. Það er að segja að mamma kom heim úr akut keisara og sagði pappa eitthvað á latínu hvað var að gerast í vinnunni. Og svo allt hitt er bara engin nöfn. Þú veist, sjómenn þeir segja sögur af, þú veist, Ragga Tromp og eitthvað svona slysasögur en allar slysasögurnar sem hefði getið orðið efni fyrir mig eru bara nafnlausar, já, bundnar eyði. Þannig ég fór bara að skrifa fantasíu, Bláa nautinn og eitthvað svona. Það er ekkert hjúkrun óviðkomandi, en maður getur bara sagt það þannig. Og kannski er bara námi byggt upp þannig og kannski þeir einstaklingar sem veljast í hjúkrunarfræði að þeir hafa ákveðna samfélagslega vitund og ég held að það skýra að hluta til að hjúkrun er út um allt. Já, og ofboðslega eftirsótt starf. Eftirsótt starf, góð menntun, mjög svona breytt, þannig að þú getur valið starfsvettvang mjög víða. Og fjölbreytileiki þessa starfs gerir það svo ofboðslega skemmtilegt þegar þú getur verið á svo mörgum vígstöðum sko, í þínu starfi. En róðurinn er líka að þyngjast? Róðurinn hefur þyngst mjög mikið út af því að við erum kröfurnar miklu meiri á okkar starfi. Þú þarft að vera, eins og gjörgæsludeild þar sem ég vinn, þá þarft að vera með alla hluti á hreinu og þú ert kannski með sjúklingar sem eru með 20 dreipi sem þurfa að fara í æð, í öndunarvél og mjög erfitt þungt að fylgjast með. Og þið finnir fyrir breytingun á samfélaginu? Mjög mikla. Það eru þyngri sjúklingar að því leyti til að þetta eru miklu fleiri verkefni, það eru eldast þjóðin okkar og við erum með ferðamenn sem eru 20% af okkar sjúklingahóp og svo er þessi lífstíls sjúkdómar sem eru áfengisfíkn og fíknefna vandamáli. Og matarfíkn? Matarfíkn og allt þetta það er þessi mikli hraði í þjóðfélaginu sem við finnum er að skapa svona spennu og það getur valdið svo miklum sjúkdómum líka í okkar þjóðfélagi. Áskoranir hjúkrunarfagsins eru rosalega miklar. Já, það er alveg óhætt að taka undir það. Því að það er svo margt hægt að gera í dag, bæði lengir í líf og hægt að bregðast við alvarlegri hlutum, það er að segja bæði með tillit til að fyrirbyggja og nota þá tækni og vélar rauninni til þess að fólk lifi lengur og þetta krefst þess að við þurfum að þjálfa og undirbúa nútíma og framtíða hjúkrunarfræðinga til þess að sinna þessum hlutum sem krefst gríðarlega margra þátta. Þetta er hátækni starf að verða? Já, ég held að sé alveg ótt að taka undir það því að sérhæfingin er alltaf að vera meiri, sko. Og svo er heimahlynning ein tegund hjúkrunar eins og þú þekkir, Elisabeth? Já, það er svo sannarlega þannig. Hún er ein tegund hjúkrunar og er orðin, heimahlynning stendur fyrir þjónustu við einstaklingar sem þurfa sérhæfða meðferð vegna ólæknandi og langvinnra ólæknandi sjúkdóma. Og þessu hefur verið skipt niður í almenna líknarmeðferð og sérhæfða líknarmeðferð nú til dags og mikil áhersla lögð á þessa sérhæfingu. Já, og þeir eru rauninni að leita upprunans með þessu þegar hjúkrunarfræðingarnir, hjúkrunarkonurnar fóru hjólandi til fólks heima í húsum. Já, það má alveg segja það, en það má líka segja það að þessi líknarmeðferð hefur alltaf verið stór þáttur í hjúkrun. Já. Það er bara núna og í síðustu mörgu árin hefur það verið skilgreint sérstaklega. Og ég til dæmis er alveg fyrir það að móðir mín sem var hjúkrunarkona hér og vann hér á sjúkrahúsinu, hún var líka að fara á sínu hjóli og hún var að fara alltaf eitthvað í bæinn og út allt og hjálpa fólki sem var annarkvort voru það náinn aðstandandi að deyja heima eða hún var að skipta á sárum eða hún var að hjálpa mæðrum hún var að kenna þeim að gefa börnunum sínum insúlín sem hefur greinst með sykursýki og allir pakkin. Þetta var bara hluti af mínum uppvexti. Og það sem hún fekk í staðinn var kannski egg
eða kjöt eða fiskur, margar konurnar voru gift á sjómönnum og þetta var bara svona hjálpsemi. En í dag heitir þetta heimahlynning, í dag heitir þetta sérhæfð líknar- og lífslokameðferð, allir eru á launum, en ég þekki þetta frá fyrri tíð. En sumt breytist ekki á 100 árum í dreifðustu byggðunum eins og á klaustrið þar sem þú vinnur í heilsugæslunni, Auðbjörg. Þar eru hjúkrunarfræðingarnir allt í öllu. Já, það má segja að það sé alveg eins og fyrir 100 árum síðan. Hjúkrunarfræðingarnir eru þarna ennþá og þó við hafa kannski oft verið minnst á hjúkrunarfræðinga og ofta lækna, þá eru þær þarna ennþá. Hjúkrunarfræðingar eru fasta landi, það eru fasti punkturinn. Og þú ferð í öll störf? Við gangum í öll störf og í smærri byggðum eins og Sambera sem ég vinn á Kirkjubæjarklaustri, í litlu dreifbýli, að þá verður heilsugæslan þar og starfsmennir undirbúið sig þannig að þeir geti tekið við því sem kemur. Hverju sem er? Hverju sem er. Það er öll flóran þarna og það sem er kannski frábrugðið við heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að við sinnum öllum bráðatilfellum í samfélaginu líka. Samanber bílslys eða hópslys, bráðveikindi eins og hjartavandamál eða önnur bráðveikindi, lífsógnandi. Þá er þetta fyrsti viðkomustaðurinn eða fyrsta snertingin við heilbrigðiskerfið og það er þá okkar að bregðast rétt við og koma því í réttan farveg. En þið farið ekki lengur á hjólum, þið farið á bílum í bráðaútköllum? Já, ef bílinn er laus þá fáum við að hafa bílinn. Já, sagan á það til að bíta í skottið á sér. Þessi mikilvæga umönnunarstjett sem hjúkrunarfræðingar eru hóf feril sinn á hjóli á leiðinni í húsvitjanir fyrir réttri öld og kannski hún aftur farin að skjótast á hjólhesti á milli húsa, en í öllu falli, þetta er mikil saga og merkileg og kjarni hennar er skýr í huga viðmælanda. Niðurstaðan er svo að þetta fag og hjúkrunarfræðingar fylgja okkur öllum frá vöggu til grafar. Í gleði og sorg. Í gleði og sorg á okkur bestu og jafnvel okkar erfiðustu stundum í lífinu. Og það er einmitt það sem að hjúkrunarfræðingar tala þegar í rauninni á hólminn er komið. Hvað er það sem að gerir starfið eftirsóknarvert? Það er það að gera gagn, það er að hjálpa öðrum, það er að vera til staðar og taka þátt í þessum stærstu stundum lífsfólks. Eiga þessi mannlegu samskipti og láta gott af sér leiða. Þetta er kjarninn í starfinu, enda það að vera hjúkrunarfræðingur tel ég vera eitt besta starf í heimi. Vigdís, hvert er límið í allri þessari sögu? Límið er náttúrulega að annast annað fólk og límið er þá hlýja leið og að hafa það í huga að öðru fólki líði vel. Og það veit nú ekkert fallegra reyndar að setja sér þar fyrir sem lífsstarf að hugsa annað fólk og að því líði sem best og hjálpa því í veikindum.